Komið sæl. Nú hefst 260. annar fundur sveitarstjórnar Dalabyggðar og hann haldinn hérna í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal að venju. Við ætlum að byrja á að leggja til að bæta nokkrum erindum við dagskrána. En lagt til að mál númer 25.11.003, verklagsreglur innritun og vistun í leikskóla Auðaskóla verði dagskrárliður númer 6. Mál númer 25.10.002F, fundagerð fræðslunefndar Dalabyggðar frá fundi númer 145 verði dagskrárliður númer 9. Og mál númer 25.11.007, gjaldskrá sorpurðunar Vesturlands 2026 verði dagskrárliður númer 11. Og aðri liðir færist til samkvæmt því. Einhver mótmæli við því? Nei, það skoðast á samþykkt. Þá leggjum við bara í almenna dagskrá. Fyrsta mál á dagskrá fjárhagsáætlun 2025 viðauki 5. En byggðarráð samþykkti á 341. fundi sínum sem haldinn var þann 10. nóvember síðastliðinn tillögu að viðauka 5 við fjárhagsáætlun 2025. Sjá fylgiskjöl með fundagerð sem innifelur eftirfarandi breytingar. Í tillögunni felst samtals breyting á A-sjóði til hækkunar og útgjöldum 1.500.000 krónur. Lagt til að hækka heimild til lántöku á árinu 2025 70 milljónir króna, samanber lánsheimild frá lánasjóði sveitarfélaga. Áætluð afkoma A- og B-hluta á árinu 2025 er 131,8 milljón króna í rekstrarafgang. En málið er hér lagt fram til afgreiðslu sveitarstjórnar. Einhver sem vil ræða viðauka 5? Svo virðist ekki vera, þannig ég legg hann fyrir sveitarstjórn. Þeir sem eru samþykki viðaukunum gefi merki. Og hann er samþykktur samhljóða. Já. Bjarki, já. Gjörðu svo vel. Oddviti sveitarstjórnar er tilheyrendur. Ég sé að það hefur ekki uppfærst tillaga að varðandi athugasemdir, varðandi þá liðir sem við þurftum að bæta við. Og byrðist ég velur ykkur á því og það er þá liður sem er lagt til að vera liður númer 6. Mál númer 2.11.0026, deiliskipulag fyrir jörðina Skoravík og svo tillaga að vera liður númer 7. Mál númer 251.0028, umsókn byggingarleyfi að Skoravík. Þetta verður ekki skilað sér inn í uppfærðar athugasemdir og það eru mistök þess sem hér stendur, biðst ég velur ykkur á þeim, en ég vildi vekja athygli á þessu strax hér í upphafi fundar. Takk. Takk Bjarki. Einhver sem gerir athugasemdir við þessa auka dagskrárliði? Þá skoðast það bara samþykkt. Þá höldum við bara áfram. Dagskrárliður númer 2 er fjárhagsáætlun 2026 til 2029. En hér er lögð fram tillaga að fjárhagsáætlun Dalabyggðar fyrir árin 2026 til 2029 til fyrri umræðu í sveitarstjórn. Byggðarráð tók tillöguna til meðferðar á 341. fundi sínum þann 10. nóvember og vísaði tillögunni til fyrri umræðu í sveitarstjórn. Einhver sem vil ræða fjárhagsáætlun? Ég veit að sveitarstjóri ætlar að kynna hann aðeins fyrir okkur. Takk. Oddviti, sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Já, það er alltaf áfangi þegar fjárhagsáætlun er tekin til umræðu, hvort sem það er við fyrri umræðu eða seinni. Og mikil vinna sem liggur að baki og vil ég þakka mínu góða samstarfsfólki hér í stjórnsýslu Dalabyggðar sem og kjörnum fulltrúum, öllum þeim sem hafa komið að þessari vinnu með einum eða öðrum hætti, kærlega fyrir. Af því að svona plagg verður ekki til af sjálfu sér og það er margar vinnustundir sem liggja að baki og af því að við viljum vanda okkur og hafa þetta þannig úr garði gert að þetta sé raunverulegt stjórntæki eins og það hefur verið svo sannarlega undanfarin ár og þannig stefnum við að því að það verði áfram. Við vitum að rekstur sveitarfélaga er bara eins og annar rekstur vandasamur, það þarf að velta við hverri krónu og það hefur við svo sannarlega gert í þessari vinnu okkar. Nú samkvæmt tillögunni sem hér er lögð fram er gert ráð fyrir að heildarskatttekjur A- og B-hluta á árinu 2026 verði 648,1 milljón, framlag jöfnunarsjóðs verði 442,9 milljónir króna og aðrar tekjur 140,5 milljónir.
Gjaldamegin gert ráð fyrir að í laun og launatengd gjöld verði varið 658,6 milljónir króna, annar rekstrarkostnaður verði 393,6 milljónir, fjármagnskostnaður verði 80,3 milljónir og afskriftir 76,4 milljónir. Þannig að við sjáum að aukin lántaka og fleiri fermetrar í rekstri skapa í rauninni þessar tvær stærðir sem að auðvitað taka í. Nú, rekstrarniðurstaða samkvæmt því verði 8,5 milljónir í rekstrarafganga af A- og B-hluta á næsta ári, þannig að þrátt fyrir að við séum að taka inn meiri skuldir, rekstur á nýju mannvirki sem að kostar það bil 80 milljónir á næsta ári og annað í þeim dúr, að þá erum við samt sem áður að réttu megin við strikið og í rauninni allar megin lykiltölur okkar, þar að segja framlegð, veltufjárhlutfall og annað slíkt í rauninni á mjög góðum stað. Þannig að ég handviss það að okkur muni takast það að halda rekstrinum réttu megin við strikið og eins og verið hefur í rauninni samfleytt í sögu Dalabyggðar frá því árið 2009. Þannig að ég ætla svo sannlega vona að okkur takist að halda þannig á spilunum áfram að svo verði. Heildarfjárfesting, þrátt fyrir að við séum í aðhaldssömum aðgerðum að mörgu leyti, þá heildarfjárfestingin árið 2026 áætluð 229 milljónir króna og þar af eru 170 milljónir sem eru eyrnamerktar hér í íþróttamannvirkin handan gödunnar. Þannig að með þessum orðum þá vil ég fylgja úr garði fjárhagsáætlun ársins 2026 og fjárhagsáætlun fyrir árin 2026 til 2029 og framkvæmda áætlun, en ég svara sjálfsögðu spurningum ef einhverjar eru. Takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Fleiri sem vilja ræða fjárhagsáætlun? Mér langar sjálfur bara að taka undir þakkir sveitarstjóra til starfsmanna og þetta sveitarstjóra og kjörna fulltrúa fyrir þessa vinnu. Þetta alltaf mikil vinna sem lögð í fjárhagsáætlun, mikilvæg vinna. Og líka lýsa yfir bara ánægju minni yfir útkominni í fjárhagsáætlun. Við erum að plana að framkvæma alveg þó nokkuð á næsta ári þátt fyrir að til viðbóta við íþróttahúsið. Þannig að það bara virkilega gott að sjá það og þar með talið töluvert fjármagn í Auðaskóla og það eyrnamerkt skólalóðinni. Þannig að það mjög jákvætt. Þannig ég ætla að bera upp fjárhagsáætlun til samþykktar í fyrri umræðu. Þeir sem eru samþykki fjárhagsáætluninni gefi merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá förum við í dagskrárlið númer 3 sem stafræn húsnæðisáætlun 2025 til 2035. En hér lögð fram til afgreiðslu húsnæðisáætlun Dalabyggðar 2026. Dagskrárliðin heitir 2025 til 2036 en til afgreiðslu húsnæðisáætlun Dalabyggðar 2026. Húsnæðisáætlunin hefur fengið umræðu í umhverfis- og skipulagsnefnd og hér lögð fram til afgreiðslu sveitarstjórnar Dalabyggðar. Umhverfis- og skipulagsnefnd fékk áætlunina til meðferðar á 159. fundi sínum sem haldinn var þann 5. nóvember þar sem nefndin vísaði málinu áfram til sveitarstjórnar. Í áætluninni að finna mannfjöldaspá, lýsingu og atvinnuástandi, íbúðaþörf, markmið íbúa uppbyggingu og áætlaða þörf, upplýsingar þjónustu og innviði, markmið í lóðamálum og ýmiss konar samanburð. Einhver sem vil ræða á húsnæðisáætlunina? Svo virðist ekki vera, þannig ég legg hana fyrir fundin, þeir sem eru samþykkir gefi merki og hún samþykkt samhljóða. Næst förum við í dagskrárlið númer 4. Óveruleg breyting á deiluskipulagi Sælistaðatungu lóðir 49 og 50. Á 159. fundi umhverfis- og skipulagsnefndar Dalabyggðar var eftirfarandi bókað og samþykkt. Framlögð tillaga að óverulegri breytingu á deiluskipulagi Sælistaðatungu lóðir 49 og 50 til afgreiðslu samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga óverulega breytingu. Varðar afmörkun byggingareita og lóðamarka. Varðar ekki hagsmuni annarra en sveitarfélagsins og eða umsækjanda og í því ljósi heimilt að falla frá grenndarkynningu. Nefndin samþykkir óverulega breytingu á deiluskipulagi fyrir sitt leyti. Þar sem breytingin varðar ekki aðra aðila en eiganda og sveitarfélagi að falli frá grenndarkynningu.
er hér bókun umhverfis- og skipulagsnefndar lögð fyrir til afgreiðslu í sveitarstjórn Dalabyggðar. Einhver sem vill ræða þessa bókun? Þá legg ég hann til samþykkis. Þeir sem eru samþykkir gefi merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það dagskrárliður númer 5. Aðalskipulagsbreyting Hvannármiðlun. Á 159. fundi umhverfis- og skipulagsnefndar Dalabyggðar var eftirfarandi bókað og samþykkt. Framlögð tillaga að breytingu á aðalskipulagi vegna Hvannármiðlunar til afgreiðslu fyrir kynningu skipulagslýsingar / vinnslu tillaga samkvæmt 1. og 2. málsgrein 30. grein skipulagslaga. Nefndin samþykkir kynningu skipulagslýsingar og vinnslu tillögu fyrir sitt leyti og vísa málinu áfram til sveitarstjórnar. Einhver sem vill ræða þennan lið? Þá legg ég bókun umhverfis- og skipulagsnefndar fyrir fundin. Þeir sem eru samþykkir gefi merki. Og það er samþykkt samhljóða. Næst er dagskrárliður númer 6 sem er deiluskipulag fyrir jörðina Skoravík. Tillaga að deiluskipulagi Skoravíkur er lögð fram til afgreiðslu samkvæmt 3. málsgrein 41. grein skipulagslaga samanber erindi Hermanns Gunnlaugssonar fyrir hönd landeiganda dagsett 10. nóvember 2025. Erindi barst eftir fund umhverfis- og skipulagsnefndar 5. nóvember síðastliðinn og því ekki tekið til afgreiðslu í nefndinni. Tillagan er hér lögð beint fyrir sveitarstjórn þar sem tímafrestur samkvæmt 2. málsgrein 42. greinar skipulagslaga rennur út 17. desember næstkomandi og brýnt að koma tillögunni til athugunar skipulagsstofnunar samkvæmt 1. málsgrein 42. grein lagana. Tillagan var auglýst með athugasemdafresti til 17. desember 2024. Umsagnir og athugasemdir bárust á kynningatíma frá Minjastofnun Íslands, Umhverfisstofnun, Hestamannafélaginu GLAÐ og Heilbrigðiseftirliti Vesturlands. Brugðist var við athugasemdum og umsóknum. Skráðar minjar færðar inn á deiluskipulagsuppdrátt með helgunarsvæðum og skilmálum. Dregið hefur verið úr byggingarmagni frá auglýstri tillögu. Reiðileið hefur verið færð inn á deiluskipulagið í samræmi við aðalskipulag og gerð grein fyrir núverandi lóð L201258 og aðkoma henni. Deiluskipulag Skoravíkur er hér lagt fram til afgreiðslu. Einhver sem vil ræða þennan lið? Bjarki, gjör svo vel. Oddviti, sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Já, eins og oddviti kom inn á að þá er í rauninni þessi liður komin hér beint til afgreiðslu sveitarstjórnar. Umhverfis- og skipulagsnefnd eins og framkom í inngangi hjá oddvita frestaði þessum lið út á vantaði gögn en að fengnum öllum þessum gögnum sem að liggja hér fyrir fundinum sem og áliti bæði skipulagsfulltrúa og formanni umhverfis- og skipulagsnefndar Dalabyggðar að þá er í rauninni brugðist hér við og þessi liður tekin hér til afgreiðslu. Þannig að því sé bara í rauninni fyllt úr hlaði og undirstrika það sem oddviti kom inn á áðan. Takk. Takk Bjarki. Eitthvað fleiri sem vilja ræða þennan lið? Þá legg ég tillögu að deiluskipulagi Skoravíkur fyrir fundin og þeir sem eru samþykkir gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Næst er það dagskrárliður númer 7 sem er umsókn byggingarleyfi að Skoravík. En framlögð umsókn byggingarleyfi í Skoravík. Umhverfis- og skipulagsnefnd tók erindi fyrir á fundi sínum 5. nóvember 2025 og frestaði afgreiðslu þess þar sem ekki lá þá fyrir endanleg tillaga deiluskipulags Skoravíkur samanber mál númer 6 á dagskrá þessa funda sveitarstjórnar, núna hérna rétt áðan. Byggingarleyfisumsóknin samræmist fyrirliggjandi deiluskipulagi Skoravíkur og uppfyllir að öðru leyti kröfur byggingarreglugerðar. Hér er byggingarleyfisumsókn lögð fram til afgreiðslu. Hvað sem vil ræða þannig lið? Þeir sem er samþykkja byggingarleyfi gefi merki og það er samþykkt samhljóða. Þá er það dagskrárliður númer 8 en það er verklagsreglur innritun og vistun í leikskóla og auðarskóla. Málið var tekið fyrir á 145. fundi fræðslunefndar þann 11. nóvember 2025 og afgreitt þannig. Verklagsreglur innritun og vistun í leikskóla og auðarskóla. Verklagsreglur innritun og vistun, þetta er tvisvar hérna. Á
ég byrja aftur. Verklagsreglur innritun og vistun í leikskóla og auðaskóla eru lagðar fram til afgreiðslu þar sem lagfæra þarf misræmi varðandi hámarks vistunartíma eða náðakorter. Aðeins hægt að nýta náðakorter sem 0,25 klukkustund, annarkvort í byrjun eða í lok dags, ekki bæði. Hámarks vistunartími með náðakorteri getur þannig aldrei orðið meira en 8,25 klukkustundir, eins og gert ráð fyrir í gjaldskrá auðaskóla. Fræðslunefnd gerir ekki athugasemd við framkomna tillögu að verklagsreglum innritun og vistun í leikskóla og auðaskóla. Og kannski vert að taka fram að í rauninni ekki verið að breyta verklagsreglum, það aðeins verið að samræma til að þær samræmi við gjaldskrána, en þetta verklag hefur verið viðhafið núna í þó nokkuð tíma. Einhvers vill ræða þennan lið? Þá legg ég það fyrir fundin, þeir sem eru samþykkir verklagsreglunum gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í fundagerðir til kynningar. Dagskrárliður númer 9 er fundagerð byggðar á Stalabyggðar, fundur 341. Einhvers vill ræða þá fundagerð? Nei. Dagskrárliður númer 10 er fundagerð umhverfis- og skipulagsnefndar Dalabyggðar, fundur 159. Einhvers vill ræða þann fund? Það er fundagerð. Nei. Þá er það dagskrárliður númer 11 sem er fræðslunefnd Dalabyggðar, fundur 145, einhvers vill ræða þá fundagerð? Nei, þá förum við bara í næsta. Dagskrárliður númer 12 er fundagerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga, einhvers vill ræða þær fundagerðir? Nei. Svo er það mál til kynningar. Dagskrárliður númer 13 er gjaldskrá sorpurðun Vesturlands. En hér er framlögð til kynninga gjaldskrá sorpurðun á Vesturlands fyrir árið 2026. Einhvers vill ræða þessa gjaldskrá? Nei, það virðist ekki vera. Þá erum við komin í dagskrárliður númer 14 sem er skýrsla sveitarstjóra. Gjörðu svo vel, Bjarki. Já, oddviti, sveitarstjórn og það eru tilhörendur. Hér eru nokkri punktar og stiklað á stóru. Það er það sem hefur drifið á dag okkar hér frá því á í rauninni þar síðasta sveitarstjórnarfundi. Við heldum aukafundi í sveitarstjórn til að staðfesta kjörskrá og annað slíkt varðandi sameiningarkosningar. Þannig að það var hlaupið yfir þann lið að taka fyrir skýrslu sveitarstjóra á síðasta sveitarstjórnarfundi. En fyrst vil ég nefna að núna samkvæmt íbúasýn og þjóðskrá eru íbúar í Dalabyggð núna 670 miðað við 2. nóvember síðastliðinn og því að fleiri en í byrjun október þá voru skráðir í íbúasýn og þjóðskrá 664, þannig að þetta er að mjakast upp hjá okkur. Nú síðan vorum við að afgreiða við fyrri umræðu fjárhagsáætlunina sem að fyrir árin 2026 til 2029 og hún hefur svo sannarlega tekið sitt rými í okkar daglegu störfum hér í stjórnsýslunni ásamt ýmsu öðru og ég vil ítreka þakki mínar til allra þeirra sem hafa komið að vinnunni undanfarnar daga og vikur og fjárhagsáætlunin er mikilvægasta stjórntæki hverrar rekstrareiningar hverju sinni og mikilvægt að vanda sér til verka og er það mitt mat að afurðin nú beri þess merki líkt og undanfarin ár. Seinni umræðan fjárhagsáætlun verður haldin 11. desember næstkomandi en fyrir þann fund eða í fyrstu viku desember er stefnt að því að bjóða upp á kynningarfundi og kaffispjall hér í aðstöðu Nýsköpunarsetursins á jarðhæðinni að Miðbraut 11 í Búðardal og nánari tímasetningar verða kynntar þegar nær dregur og vonandi að sem flestir gefa sér tíma til að koma hér og spjalla málefni sveitarfélagsins á víðum grunni og náttúrulega út frá áherslum í fjárhagsáætlun. Nú niðurstaða í útboði vegna úrgangsþjónustu fyrir Dalabyggð var kunngerð í seinni hluta október og var það Íslenska gámafélagið sem bauð lægst af þeim 3 aðilum sem í verki buðu og það er í rauninni sami verktaki og hefur verið að þjónusta okkur undanfarin ár. Og ekki neina teljandi breyting á verðum að ræða, góðu heilli, þannig að gjaldskrár komandi árs varðandi úrgangsþjónustuna mun algjörlega taka mið af því sem að annarri hækkun, þar sé að hækkun upp á 3,8% sem er í rauninni verðlagsspáin fyrir komandi ár, þannig að það var ekki það var ekki sem betur fer þörf á því að hækka gjaldskrá meira en sem því nemur. Nú, við hér á skrifstofu Dalabyggðar tókum þátt í starfamessu í Borgarnesi 14. október síðastliðinn. Virkilega skemmtilegur viðburður sem að
var gaman að taka þátt í, fullt af fyrirtækjum, stofnunum sem tóku þátt í og gaman að hitta krakka úr bæði grunn- og menntaskólum á svæðinu og gefandi og það var til fyrirmynda hvernig nemendur okkar í Auðarskóla komu undirbúin til þessara hátíðar. 9. og 10. bekkur kom í Borgarnes og voru okkur öllum til mikil sóma og gaman að hitta þau á þessum vígstöðum. Þannig að það er að mínum viti fullt tilefni til að Dalabyggð og aðrar stofnanir og fyrirtæki hér hugi að því að taka þátt þegar verður komið að starfa með þessu að nýju. Þannig að þetta skiptir máli að ná samtali við þá sem að þarna koma og í rauninni líka bara segja frá hvar dalarnir eru og fyrir hvað við stöndum. Þannig að þetta skiptir allt saman máli. Nú nálgast óðfluga verklok framkvæmda við íþróttamannvirkin okkar. Búið er að vinna fjárhagsáætlun fyrir komandi rekstrarár, auglýsanleg störf og er nú unnið úr innkomnum umsóknum. Búið er að ákveða opnunartíma mannvirkisins og í rauninni allt í gangi við upphaf þessa mikilvæga rekstur. Og rekstur íþróttamiðstöðvarinnar eins og ég kom inn á áðan mun taka til sín á komandi árum en það er sannfæring mín að tilkoma þessar einingar mun verða gríðar jákvæð fyrir samfélagið okkar hér í Dölum. Næst vil ég aðeins minnast á smásöluverslun hér í Dalabyggð sem hefur verið umræðuefni alllangt skeið enda óásættanleg staðan hvað varðar verðlagningu og einhverju leyti vöruúrval í núverandi verslun. Undirritaður hefur átt mörg samtöl við ýmsa talsmenn smásöluverslana og þar á meðal á síðasta fundi Byggðarráðs kom fulltrúi frá Samkaupum. Það er í rauninni komið nýtt stjórnendateymi inn, nýtt eignarhald á því fyrirtæki og einnig höfum við átt í samskiptum undanfarin missir í rauninni við forráðamenn til að mynda Krónunnar sem núna er farin að bjóða upp á vikulegar ferðir hingað í Dali með matvörur en auðvitað viljum við og þurfum við náttúrulega að hafa verslun á svæðinu sem býður ásættanlegt vöruverð og vöruúrval og það er vonandi að samtöl okkar bæði við Krónuna og Samkaup skili í rauninni einhverjum árangri í þá átt og að auðvitað sé góðra gjalda vert að fá heimsendingu einu sinni í viku að þá væri náttúrulega kjörlendi að hafa hér verslun sem býður á ásættanlegt verð fyrir matvörur. Hvað svo sem fyrirtæki heitir, Samkaup, Krónan eða eitthvað allt annað að það skiptir máli og ég veit að kjörnir fulltrúar hafa sömuleiðis átt samtöl við hina ýmsu aðila í þessum efnum. Nú, leigufélagið Bríet hefur nú sótt aðra lóð á Borgarbraut í Búðardal þannig að þar með félagið komið heimild til að koma upp 4 íbúðum við göttuna og vonandi bara á allra næstu vikum verður það komið ljós í íbúðurnar á Borgarbraut 4, 2 sem eru á lokametrum frákvöndu við og síðan er varðandi Borgarbraut 4 sem að við Byggðarráð var að útdeila lóð til leigufélagsins fyrr í vikunni að þá er stefnt að því að hefja framkvæmdir við þá lóð bara á vormánuðum leið og frostað leysir og vonandi verður þær 2 íbúðir ögn stærri heldur en þær 2 sem eru núna risnar á Borgarbraut 2 en það er svona unnið að því í samtali við leigufélagið Bríet. Nú, barnamenningarhátíð hér í Dölum rann sitt skeið bara í gær og hátíðin og dagskrárliðir hafa verið hver öðrum flottar og vil ég þakka öllum þeim sem lagt hafa hátíðinni lið fyrir þeirra þátt og eins ungmennum og forráðamönnum sem sótt hafa hátíðina. Við getum svo sannlega verið stolt hér í Dölum af því hvernig til tókst og það er mjög góður pistill á heimasíðu okkar sem birtist í dag sem að verkefnastjóri tók saman yfir það hvað var á boðstólum og hvernig til tókst og vil ég þakka verkefnastjóra okkar kærlega fyrir það hvernig málum hefur verið haldið í þessu sem á öðru. Nú, Héraðsbókasafnið okkar stóð fyrir lestrarátaki yfir sumarið í 4. sinn og gefin voru út 3 bingospjöld fyrir mismunandi aldur og þáttakendur sóttu spjöldin á bókasafnið fyrir sumarlokun en á hverju spjaldi voru nokkrir reitir sem lýstu aðstæðu með athöf sem átti að framkvæma á meðan lestri stóð. 5. 23. október síðastliðinn var þáttakendum boðið að mæta á bókasafnið og fengu gjafir fyrir að hafa lokið bingóinu. Og það voru 8 börn sem tóku þátt og er þeim þakkað fyrir sem og þeim foreldrum sem sýndu gott fordæmi með því að taka líka þátt í bingóinu. Lestur er og verður okkur öllum mikilvægur og vil ég hér vekja athygli á nú sem fyrr að detta í hús nýjar bækur á safnið okkar góða. Þannig að það má sannir segja að við tökum þátt í að miðla jólabókaflóðinu hér til íbúa Dalabyggðar hér á neðri hæðinni á miðbrautinni. Nú, á heimasíðu Dalabyggðar er nú auglýst laust starf vegna umsjón með hátíðahöldum í Dalabyggð á komandi ári. Bæði bæjarhátíðina hér í Búðardal sem umsjón með 17. júní hátíðahöldunum og ég hvet áhugasama til að kynna sér þetta spennandi verkefni hér
og það slóð á skýrsluminni sem fylgir með fundargerðinni á þessa auglýsingu, þannig að við viljum endilega fá kraftmikinn einstakling í þetta verkefni og halda utan þetta með okkur á sumri komandi. Nú samtal við Heilbrigðisstofnun Vesturlands vegna samstarfs í tengslum við Gott að eldast verkefni í gangi og í tengslum við það verið að flikka upp á herbyggi í Silfurtúni þar sem í bígerð að bjóða upp á þjónustuíbúðir á næstunni. Umræða líklegast 2 rými sem geta þá nýst eldri borgurum sem búa utan Búðardals. Nánar verður þetta verkefni kynnt þegar samningur hefur verið gerður með formlegum hætti og vona ég svo sannarlega við náum því fyrir árslok. Haustþing SSV eða Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi var haldið þann 29. október síðastliðinn á Akranesi og satt undirritaður í pallborði þar sem til umræðu var grunnþema þingsins sem var með yfirskriftina aðdráttarafl og byggðabráður sveitarfélaga. Það var gaman að taka þátt í samtalinu við bæði þá sem voru með mér í pallborðinu og eins aðra fulltrúa sveitarfélaga á Vesturlandi og það nú bara þannig gott fólk að við höfum svo sannarlega sögu að segja á okkar vinnu undanfarin misseri hér í Dölum varðandi það að skapa hér byggðabráð og efla samkennd og ég held að það sitt eftir í tekið víða hvernig íbúar Dalabyggðar hafa stigið fram með markvissum hætti á mörgum sviðum undanfarin misseri. Nú húsnæðisáætlunina, við tókum hana hér til afgreiðslu og það alltaf mikilvægt og dýrmætt þegar það verkefni í höfn og vil ég þakka þeim sem að koma þeirri vinnu. Það töluverð handavinna í kringum það verkefni og það eins og annað gerist ekki af sjálfu sér. Nú síðan á síðasta fundi sveitarstjórnar þá staðfestum við innviða áætlun Dalabyggðar sem atvinnumálanefnd okkar á allan heiðurinn af í rauninni og í kjölfar fundar sveitarstjórnar nr. 260 þá í rauninni erum við búin að koma plagginu ansi víða á framfæri, bæði við opinbera aðila þar að segja ráðherra, þingmenn og aðra, þannig að það á að vera komið ansi víða og þetta skiptir okkur máli og ekki síst núna á komandi vikum þegar samtalið væntanlega samgönguáætlun fer á fullt en spurning hvenær Eyjólfur okkar innviðaráðherra spilar því út en vonandi fer það að gerast. Nú ég vil minnast þá líka vel haustfagnar sauðfjárbænda í Dölum sem var haldinn í lok október og það góð og skemmtileg hefð sem var og gaman að sjá góða mætingu í reiðhöllina í Búðardal á laugardeginum og það voru mjög fjölsóttir viðburðir bæði á föstudeginum og síðan á laugardagskvöldinu þannig að þetta eitt af okkar einkennum hér í Dölum, þessi góði haustfagnaður. Nú samtal okkar við barnaverndarþjónustu með Norðurlands, þar sem sveitarfélagið Skagafjörður í lykilstöðu ennþá í gangi og nú í rauninni ákveðin biðstaða í því samtali þegar við bíðum eftir útkominu úr sameiningakosningunum og í rauninni það engar vöflur á Skagfirðingum að taka þetta samtal áfram, heldur bara í hvaða mynd það verður eftir áramótin, hvort að við stefnum í nýtt sameinað sveitarfélag eða hvort að Dalabyggð verði ein og sér aðili að þessu samstarfi. Nú, það var mjög vel mætt á íbúafund vegna einmitt sameiningakosninga sem eru væntanlegar núna og þessi fundur var haldinn 14. október síðastliðinn í Búðardal og það voru 100 manns sem voru mættir í Dalabúð þegar flest var og góður fundur og mikilvægt að íbúar láti sig málefni varðar. Næsta fundarherferð, það að segja, einn fundur í Búðardal og einn fundur á Hvammstanga í næstu viku á mánudaginn 17. nóvember hér í Dalabúð klukkan 5 og ég vil hvetja sem allra flesta til að mæta og taka þátt í samtalinu. Það verður ekki svona borðavinna eins og var á fyrri fundunum, heldur í rauninni kynning og síðan spurningar og samtal á milli samstarfsnefndar og fundarmanna, þannig að ég vil hvetja sem allra flesta til að láta sig máli varða. Það eru 531 sem á kjörskrá hér í Dölum í sameiningakosningunum, þannig að við þurfum að ná sem allra flestum af þeim til að mæta á kjörstað, þannig að hver svo sem niðurstaðan verður, af eða á, að þá mikilvægt að það sé megin þorri íbúa sem lætur sem máli varða og taki þátt. Vil enda á því, en einnig vil ég minna líka á heimasíðu verkefnisins dalhún.is, þar sem allar upplýsingar eru komnar inn, ítarlegar upplýsingar varðandi rekstur sveitarfélaganna tveggja, þýðingu mögulegra sameiningu á framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og sameiningaframlög og aðrar þær breytur sem að skipta máli í samtalinu öllu. Þannig að ég vil klikja út hvað þetta verkefni varðar með því að hvetja fólk til að kíkja inn á dalhún.is og ekki síður að mæta á íbúafundi í næstu viku.
Bændasamtökin, stjórn og starfsmenn stóðu fyrir fundi á Laugum á þriðjudagskvöldi þar sem formaður stjórnar, varaformaður og framkvæmdastjóri mættu meðal annarra stjórnarmanna til samtals við bændur hér í Dölum og úr nágrannahéruðum. Það var gríðarlega góð mæting á fundinn og góðar umræður og mér fannst verulega ánægjulegt að finna þann kraft sem í bændum og ánægju í rauninni með framgöngu stjórnar og framkvæmdastjóra í hagsmunagæslu og hagsmunabaráttu fyrir þessa mikilvægu atvinnugrein. Þannig að ég held að það hljóta að láta á gott vita að þessi samstæða og kraftur sem einkennir þetta starf skili árangri í samskiptum og samtali við stjórnvöld. Nú á þriðjudaginn kemur, þann 18. nóvember, verður haldið málþing leiði til byggðafestu á Sauðfjárræktarsvæðum, Dalabyggðar, Stranda og Húnaþings vestra og málþingið í rauninni lokapunktur verkefni sem Fjórðungssamband Vestfirðinga, Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi og Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra hafa unnið á undanförnum misserum og á málþinginu verður fjallað byggðaþróun og nýsköpun auk þess sem flutt verða erindum áhugaverð nýsköpunarverkefni á svæðinu og möguleikar til framtíðar. Og málþingið verður haldið að Laugum í Sælingsdal á okkar heimavelli þannig að ég vil hvetja íbúa Dalabyggðar sem og aðra til að mæta og láta sig málefnið varða. Þannig að á þessum nótum vil ég enda þessa punkta mína á milli funda. Það náttúrulega eins og fyrr ekkert, það ýmislegt annað sem drífur á dagana sem kannski ekki áendilega erindi í skýrslu sem þessa en nú sem fyrr margt í gangi og í rauninni allt í gangi eins og menn segja og ég segi bara eins og Dr. Vífill Karlsson sagði hérna á íbúaþinginu í kringum Dalabyggð að Dalirnir rokka, það er allt að gerast. Takk. Takk fyrir þessa yfirferð, Bjarki. Einhver sem vill ræða skýrslu sveitarstjóra? Þá er dagskráin tæmd. Við ætlum að ljúka hér fundi og ganga frá fundagerð en næsti fundi sveitarstjórnar er 11. desember.